Það vill náttúrulega enginn vera í þessum klúbb, brjóstakrabbameins-klúbbnum, en hann er búin að kynnast frábærum konum. Það veit ekkert hvað að fara út í og það þarf að takast á við að vaða yfir á, kannski upp að mitti og hugsaði bara, guð, ég get þetta ekki. En síðan þær komnar yfir ána og þá bara, vá, ég gat þetta. Hvað er ég að gera? Ég kann ekki að aldrei halda á veiðistöng, því síður farið út í á að vaða. Þetta er svolítið ferlið, sko. Endurhæfingaverkefni Kasta til Bata er að fyrirmynd bandarísku verkefni Casting for Recovery. Það gengur út á að veita konum sem hafa fengið brjóstakrabbamein tækifæri til að fara í veiðiferð án endurgjalds. Í ferðinni leita konurnar einnig stuðnings hver hjá annari, miðla upplýsingum og styrkja líkama og sál. Eftir bara svona klukkutíma, 2 tíma, þá er allir farin að tala saman. Það er svo fljótar að tengja hver annari. Hreyfingin sem felst í fluguköstum getur verið góð æfing eftir meðferð, komið í veg fyrir sogaðabjú og auki bæði styrk og hreyfigetu handleggja og efri hluta líkamans. Það eru að æfa hérna brjóstvöðvan og maður notar alveg báðar hendur, sko. Það eru flesta með strengi daginn eftir. Og þegar búið er að ná nægilegri hæfni í fluguköstum er farið út í á. Að fá að fara í þessa ferð, fara út í á og vaða, það er ótrúlegt. Það er náttúrulega klysja að vera að segja svona, en hvað maður getur verið heppinn í óheppninni? Í ferðum Kasta til Bata er einnig boðið upp á slökun og hugleiðslu, samveru og stuðning. Suma hverjar eru að tala sitt ferli í fyrsta skipti þægilega. Og þannig erum við að deila og sýna. Þetta er ekkert feimnismál innan hópsins. Við erum allar með okkar og þú flaggar því alveg og sýnir það bara eins og engi sem morgundagurinn. Það er eins og bara, já, maður má hlæja. Það má hlæja. Æfingin skapar meistarar! Það er skrítið að maður skulle þurfa að fá brjóstakrabbamein til þess að kynna svona góðu og skemmtilegu. Þetta endurhæfingaverkefni er ævintýri, myndi ég segja.